Fundur settur í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Ég vil bjóða velkomna á fundinn Skúla Magnússon, umboðsmann Alþingis, og Þorvald Hauksson, starfsmann hjá umboðsmanni, sem kemur hér í stað Marínar Albertsdóttur skrifstofustjóra. Efni þessa fundar skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2020. Samkvæmt þingsköpum það hlutverk stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að fjalla ársskýrslur umboðsmanns eins og hér verður gert. Við gerum ráð fyrir að fundurinn geti staðið til klukkan 10:30. Formaður biður nefndarmenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndarfundi á Alþingi sem settar hafa verið af forsætisnefnd. Fyrirkomulag fundarins með þeim hætti að fyrst mun Skúli Magnússon, umboðsmaður Alþingis, fá það bil 30 mínútur til þess að kynna skýrsluna og að því loknu gefst fulltrúum í nefndinni kostur á að spyrja spurninga og fá svör áður en næsti nefndamaður fær orðið. Fulltrúar í nefndinni eru beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skulu nefndarmenn einvörðungu beina spurningum til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðna fundarefni sín í milli. Nefndarmenn og gestir eru jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður. En þá skulum við hefjast handa og gefa Skúla Magnússyni, umboðsmanni Alþingis, orðið. Gjörðu svo vel. Þakka fyrir, formaður. Með mér í dag Þorvaldur Hauksson sem í forföllum Marínar Albertsdóttur skrifstofustjóra embættisins og hann sem sagt staðgengill skrifstofustjóra kvörtunarsviðs sem nú svona, hvað ég var að segja, lítur að kjarnastarfsemi umboðsmanns. Og áður en lengri haldi að þá vil ég kannski vekja athygli á því að þetta ársskýrsla fyrir árið 2020 og undirrituð af mér í ágúst síðastliðnum, en auðvitað lítur skýrslan að tíma áður en að ég tók við sem umboðsmaður, þannig að þetta eru verk forvera minns, Tryggva Gunnarssonar, sem við erum að fjalla þá hér í dag, en einnig voru settir umboðsmenn á árinu 2020 Kjartan Bjarni Björgvinsson og Þorgeir Njálsson. Ég vil nú kannski bara segja því tilefni að þó að það sé nýr maður hér í sætinu, þá það auðvitað þannig að það býsna góð samfella í starfsemi umboðsmanns og ég nýt góðs að því að hafa tekið við mjög góðu búi frá forvera mínum og held að sé nú viðeigandi að nota þetta tækifæri til þess að færa honum þakkir fyrir þau störf sem hann vann á rúmum 2 áratugum og hefur náttúrulega gegnt ríkulegu hlutverki því að tryggja þessu embætti það traust og þann trúverðuleika sem í raun og veru forsenda þess að umboðsmaður hafi eitthvert vægi í störfum sínum. Og svona til marks það að þá sjáum við það meðal annars í þessari skýrslu að þau tilvik eru býsna fá þar sem hægt að segja að stjórnvöld hafi ekki farið að ábendingum eða tilmælum umboðsmanns. Það eru tilvik þar sem að kannski hlutirnir hafi ekki gengið eins hratt eins og við höfum viljað en svona það að stjórnvöld beinlínis hundsi ábendingar eða tilmæli umboðsmanns að þau eru í raun og veru algjör undantekning. En þá að skýrslunni, nú auðvitað var það þannig þegar að embætti umboðsmanns var stofnað að þá var þessi ársskýrsla umboðsmanns, hún var svona þungaviktargagni, þarna birtust þá álit og aðra niðurstöður umboðsmanns einu sinni á ári og ársskýrslan var svona,
þá grundvöllur, bæði voru þá álitin birt og skýrslan þá grundvöllur fyrir umræðu, en þetta umhverfi hefur auðvitað breyst með því að heimasíða umboðsmanns er mjög virk og þessi álit umboðsmanns og aðrar úrlausnir, þetta er birt í jafn óðum, þannig að ársskýrslan hefur svona í eðli sínu svolítið mist þetta hlutverk sem hún hafði. Og framsetning skýrslunar hefur tekið mið af þessu á undanförnum árum. Það hefur reynt að stytta hana, það er ekki verið að birta sem sagt álitin eins og var gert hér áður. Það má svona líkja gömlu ársskýrslunum við dómasafn Hæstaréttar, að þarna sem sagt var allt birt, og nú er þessi gögn fyrst og fremst að finna á heimasíðu embættisins, og ársskýrslan er þá frekar orðin samantekt og ætluð til þess að svona bregða ljósi á störf umboðsmanns, draga fram áhersluatriði og það er nú kannski það sem er þá okkar verkefni hér í dag, það er að draga út svona þessi allra stærstu atriði. Og ég held að þessi breyting sem er orðið á skýrslunni, ég held að hún sé jákvæð og ég held að við höldum frekar áfram á þeirri braut frekar en að snúa aftur til þessarar eldri skýrslu. Þá að árinu 2020, takk fyrir, það má kannski byrja á því að segja að COVID hafði náttúrulega áhrif á starfsemi umboðsmanns eins og á starfsemi annara stofnana og aðila í samfélaginu, og bæði náttúrulega laut þetta þá að verkefnum umboðsmanns en einnig starfseminni sjálfri. Ég held að megi segja að embættinu hafi tekist furðanlega vel að halda í horfinu við þessar aðstæður, og svona ef við berum okkur saman við Norðurlöndin þá náði embættið að afkasta, halda fullum afköstum, meðan að önnur embætti hjá nágrannaþjóðum okkar voru svona meira að berjast í bökkum, og þetta var gert þrátt fyrir það að það yrði fjölgun á sem sagt kvörtunum, og þetta voru sem sagt 540 kvartanir á árinu 2020 en voru 411 árið áður, og þessi fjölgun hefur síðan haldið áfram árinu 2021, þannig að þetta er svona, þetta er ekki veldisvöxtur eins og sagt er í ákveðnum fræðum, heldur er þetta svona línuleg þróun, og það virðist vera sem þessi fjölgun haldi að einhverju leiti áfram, jafnvel á árinu sem er að líða. Fjölgunni var nú ekki alveg eins mikil á árinu 2021 eins og við kannski heldum mitt síðasta ár, en engu að síður að þá endaði sem sagt síðasta ár á 570 kvörtunum, sem er þá töluverð fjölgun frá árinu 2020, og svona til samanburðar að þá á árinu 2021 sem er þá nýlega liðið, þá náðu við að við þessar COVID aðstæður aftur að afgreiða 593 mál, það er að segja við náðum að afgreiða þá fleiri mál en voru móttekin, sem ég tel vera mjög góðan árangur, og auðvitað er það þannig að við erum alltaf að leita leiða til þess að hagræða í starfseminni, gera málsmeðferðina léttari, þannig að við getum beint kröftunum að svona þessum stærri málum. Ég er ekki að segja að öll mál skipti ekki máli, þau gera það, og hver borgari á rétt á því að fá viðbrögð frá umboðsmanni, en óneitanlega er það þannig að sum mál hafa almennari þýðingun önnur, og við erum sérst að leita leiða til þess að gera starfið sveigjanlegra, þannig að við getum þá haldið uppi málshraða og unnið þá
faglega að þessum stærri málum. Og þá kemur einnig inn í það svigrúm umboðsmanns til þess að taka upp mála eigin frumkvæði sem skiptir auðvitað verulegu máli vegna þess að bæði að þannig að ekki eru öll mál einfallega tæk til efnismeðferðar, jafnvel þótt að þau séu þess eðlis og þau skipti samfélagi verulegu máli. Og svo það einnig þannig að það ekki allir í samfélaginu sem í þeirri stöðu að þeir eigi hægt að kvarta til umboðsmanns. Og við sjáum það, ef við tökum 2 dæmi þetta sem lúta þá jafnframt að skýrslunni 2020, þá erum við annars vegar með málefni sem tengjast COVID. Umboðsmaður tók upp ýmis á árinu 2020 og svo aftur 2021, þá voru ýmis málefni tengt COVID tekinu upp, en þau voru sjaldnast þess eðlis að þau kæmu þá í formi kvartana. Í tengslu við skýrsluna 2020 þá má náttúrulega benda á það að umboðsmaður í upphafi benti á það að það þyrfti að kanna þá lagaumgjörð nánar sem væri þá fyrirhugað að nota vegna sóttvarnaráðstafana, og það var sem sagt að frumkvæði umboðsmanns sem að það var unnin úttekt af Páli Hreinssyni, og ég held að svo úttekt hafi síðan orðið grundvöllur að frumvörpum og breytingum á sóttvarnalögum sem voru til þess fallnar að skýra þann lagagrundvöll sem var notaður. Nú af öðrum málum að þá má nefna auðvitað þannig að ákvarðanir sóttkví og einangrun, þær hafa verið teknar, það sérstakur farvegur, dómstólafarvegur vegna þeirra, þannig að umboðsmaður hefur þá haldið sér til hlés þar sem hann blanda sér ekki inn í málefni dómstóla, en það hafa verið önnur atriði sem hafa komið til skoðunar. Nú ég get nefnt hér aðbúnað fólks á sóttvarnarhótelum. Það var reyndar mál sem var tekið upp árinu 2021. Nú forgangsröðin í bólusetningar, þetta nú nokkur atriði. Þessi mál hafa verið þess eðlis að þau hafa ekki kannski boðið upp á það að borgarinni gætu kvartað, einfaldlega vegna þess að yfirleitt hafa kæruúrræði ekki verið tæmt, og sem skilyrði þess að umboðsmaður geti fjallað mál, og einnig það oft þannig að það ekki ljós hvort að viðkomandi á hagsmuni af málinu, en engu að síður og þá finnum við það þegar við erum komið kannski með 30 ábendingar, skástrygg kvartanir, það ekki alltaf ljóst hvað stundum, og í sjálfu sér það ekki stórmál, að þá þetta eitthvað sem brennur á fólki og getur verið full ástæð fyrir umboðsmann að taka upp, og þannig að þessi álitaefni tengt COVID, þau hafa yfirleitt verið tekin upp á grundvelli frumkvæðis heimildar umboðsmanns. Nú annað sem ég vil þá nefna sem dæmi mikilvægi þess að umboðsmaður hafi þetta svigrúm til frumkvæðisathugana eru geðheilbrigðismálin, að þar staðan svo að við fáum mjög lítið af beinum kvörtunum frá fólki sem inn á þessum stofnunum þá stundum frelsissvipt. Og hins vegar þegar við höfum tekið þessi mál til skoðunar að þá það alls ekki þannig, og það þá á grundvelli OPCAT eftirlits umboðsmanns eða þá frumkvæðis heimilda hans. Þetta svona í raun og veru, það þarf ekkert að vera endilega mjög skýr greinamunur þarna á milli, að þá hefur komið í ljós að
þarna nú ýmislegt sem þarf að skoða nánar og þarna mál þar sem að við hefðum nú kannski alveg talið að full ástæða væri til að stíga inn í og það hefur þó verið haldið áfram með þau mál og í því sambandi að þá bendi ég nú á að árinu 2020 að þá var farið í þá varum að ræða eftirfylgni eftir það sem ég myndi nú kalla mjög mikilvæga skýrslu umboðsmanns frá árinu 2019 um 3 lokaðar deildir á Kleppi og þeirri eftirfylgni var síðan haldið áfram árinu 2021 og í júní 2021 að þá fórum við þá aftur í heimsókn á Klepp og í framhaldi af því var reyndar einnig tekið upp sérstök frumkvæðisathugun á vistun manns á öryggisgangi í 372 daga á ákveðnu tímabili og sú athugun þeirri athugun er ólokið en þetta svona kannski sýnir að hvernig þessi mál fléttast saman. Nú hvað skýrir þessa fjölgun kvartana, það kannski erfitt að segja. Það sem kannski stingur í augun er það að mesta fjölgunin í þessum starfsmannamálum, málefnum opinberra starfsmanna og eins og Þorvaldur getur nú útskýrt nánar að þá þetta þungmál og þetta mál sem bæði lúta að skipun ráðningu embættismanna og opinberra starfsmanna, þetta getur verið einnig laust þeirra eða starfslok og ýmislegt þessu tengt, það oft, ég myndi kannski segja oftast að þá ágreiningur aðgang að gögnum í þessum málum og þetta þungmál og hafa töluvert hvílt á embættinu og vissulega við svona skoða hvort að við getum fundið leiðir til þess að létta aðeins á meðferð þessara mála vegna þess að það fer mikill tími þau og ég ekki að segja þetta séu mikilvæg mál en það fer mjög mikill tími embættisins í þau, enga síður. Það má kannski segja í þessu sambandi að það töluvert mikið að málum að það sem að staðan svo að stjórnvöld hafi ekki svarað erindum, svokölluð tafamál og þetta náttúrulega mál sem við myndum helst ekki vilja sjá og þeim líkur þá mjög oft þannig að stjórnvöld bregðast einfallega við þá fyrirspurnum umboðsmanns með því að svara erindinu. En því miður dæmi það að það taki allt of langan tíma til þess að fá stjórnvöld til þess að taka við sér og þetta auðvitað ekki staða sem við viljum hafa og þegar það að ræða stjórnvöld svar ekki einu sinni umboðsmanni þá náttúrulega farið að harðna all verulega á dalnum og því miður var í einu tilviki núna árinu 2021 dæmi það að erindi væri ítrekkað 5 sinnum bréflega var það ekki og 5 sinnum bréflega og síðan munnlega og þessu líkur þá þannig að umboðsmaður þarf þá persónulega að hafa samband við komandi forstöðumann eða ráðherra sem var nú í þessu tilviki. Nú ef það gengur ekki, þá verður umboðsmaður einfaldlega að snúa sér hingað og benda þinginu á það að þarna sé stjórnvald sem ekki fer að þeim lögum sem það hefur sett. Þannig að málarhraðin hefur verið viðunandi og auðvitað viljum við alltaf gera betur í því.
Nú það töluvert mikið af málum það sem ekki tækt til efnismeðferðar vegna þess að það á þá eftir að tæma kæruleiðir og umboðsmaður hefur þá afstöðu að hann lætur stjórnvöld vinna sína vinnu sem sagt til fulls og þá erum við að tala það mál hafi sinn gang í stjórnkerfinu áður en að hann grípur inn í og þetta kannski eitthvað sem fólk ekki alltaf ljóst og við reynum sjálfsögðu að leiðbeina fólki og nú vinnum við að því að koma sem sagt, meðferðinni meira í rafrænt horf þannig að við erum í samvinnu við Stafrænt Ísland það að móttaka kvartana og samskipti verði þá rafræn og það þá bundnar ákveðna vonir við það að þetta rafræna viðmót muni svona, hvað ég að segja, leiðbeina fólki betur að þessu leyti, sem sagt, með spurningum hvort að málefni hafi verið þá kært skotið til æðra stjórnvalds og svo framvegis. Nú, þessi starfsmannamál að þá má auðvitað spyrja sko hvert sé vandamálið hér, af hverju svona mikið af þessu málum og svörin kannski ekki neitt augljós en við auðvitað höfum séð þróun á undanförnum árum þar sem verið að færa ráðningar og skipunarferli meira yfir í matsnefndir. Þar kemur oft mannauðsráðgjafi utanakomandi að málum og það verið að fara þá með umsóknir í gegnum einhvers konar ég myndi segja stundum nánast mekanískt ferli þar sem að gefnar eru einkunnir og svo framvegis. Þarna myndast gögn sem fólk hefur eðlilega áhuga á og það verið að gefa þá einkunnir fyrir ýmsa þætti sem fólk eðlilega tekur persónulega og umboðsmaður hefur svona fjallað þessa þróun og þá tala ég embætti umboðsmanns og hún kannski á yfirborðinu jákvæð og svona hefur þetta yfirbragð aukinnar fagmennsku en því miður að þá eru ýmsar óæskilegar hliðar þessarar þróunar og ein óæskileg afleiðing sú að þetta getur leitt til þess að stjórnvaldið sem á að axla ábyrgð á mati á umsækjendum það svona víkur sér undan þeirri ábyrgð og kemur henni yfir á þessar nefndir þar sem þessir mannauðsráðgjafar eru stundum ráðandi og hreinlega það kerfi sem notað. Og ég bendi þessu sambandi á það að umboðsmaður gaf út núna síðastlið haust álit í frumkvæðismáli sem laut að þessum stigamötum og þar svona farið aðeins í gegnum þetta og svona kjarnaatriði í því áliti í raun og veru að stjórnvaldið verður að axla ábyrgð á þessu mati. Þetta sem sagt á að vera heildstætt mat og raunverulegt mat og það ekki einfallega hægt að svona vísa þessu yfir í eitthvað Excel-skjal og málið dautt. Nú við höfum auðvitað séð núna á allra síðustu vikum að stjórnvöld og þá ég að tala æðstu stjórnvöld landsins að þau fara nokkuð bratt fram í setningum og skipunum og umboðsmaður auðvitað með núna til skoðunar tímabundna setningu ráðuneytisstjóra og spurðist reyndar einnig fyrir flutning
eins af embættismönnum þingsins eða stofnana þingsins í stól ráðuneytisstjóra og þetta eru sjálfsögðu ólík mál en auðvitað vekja þessi mál og þessi starfsmannamál almennt upp þá spurningu hvort að stjórnvöld eigi einhverjum erfileikum með að sýna þessum reglum og markmiðum þeirra til að mynda auglýsingu starfa hjá hinu opinbera hollustu. Sko, það svona sú tilfinning gerir vart við sig að það sé frekar verið að leita leiða til þess að komast fram hjá reglunum en að leita leiða til þess að fara eftir þeim. Það svo spurning sem kemur óneitanlega upp í hugan. Starfsmannamál sveitarfélagana hafa einnig verið til skoðunar og á árinu 2020 og þá var ráðherra sveitarstjórnarmála að rita bréf þar sem hann var beðinn að kynna sveitarfélögunum betur þær reglur sem gilda á þessu sviði. Þannig að svona aukinar til að stuðla aukinni vandvirkni á þeim vettvangi. Yfirstjórnunar og eftirlitsheimildir ráðherra, þetta myndi ég segja, viðvarandi vandamál í stjórnsýslunni að ráðuneytin að þau gerir sér ekki fyllilega eða ekki nægilega góða grein fyrir yfirstjórnunar og eftirlitsheimildum sínum og í skýrslunni að þá kemur fram að staðan í dag hafi nú samt sem áður þetta hafi þróast til betri vegar að því leyti að ráðuneytin kannski viti að þau hafi stjórnunar og yfirstjórnunar eftirlitsheimildir en það sé þá svona meira vafamál hvað þeim ber að gera það nákvæmlega á þeim grundvelli og auðvitað getur þetta verið flókið þegar að ræða sjálfstæðar stofnanir og jafnvel sjálfstæðar úrskurðarnefndir þá náttúrulega er þetta yfirstjórnunar hlutverk meira fólki í því að kanna þá aðbúnað og hvað að koma frá nefndin semst á almennum nótum en ekki semst að skipta sér að einstökum málum en semst að þegar að hreinar undirstofnanir að þá náttúrulega hefur ráðuneytið heimild til þess að gefa fyrirmæli og leiðbeiningar og þannig yfirleitt þá kæru samband sem þá þáttur í þessu hlutverki og það auðvitað nýlega komin út núna skýrsla frá Ríkisendurskoðun landhelgisgæsluna þar sem meðal annars verið að finna því að dómsmálaráðuneytið hafi ekki sinnt þessari yfirstjórn og þessu eftirliti nægilega vel. En þarna þarf ofta að sparka í bríkurnar og svo bætist auðvitað við ef málefni að falla þá á milli tveggja ráðuneyta og það krefst einhvern veginn aðkomu þá fleiri ráðuneyta þá verður þetta allt saman óskaplega erfitt og ég tala nú ekki ef þriðja ráðuneyti bætist í hópinn en sko það auðvitað þannig að ríkisstofnanir að þær ekki fríríki eða sem sagt njóta einhvers konar sjálfsákvörðunarréttar að þær hluti af ríkinu ráðherrar bera ábyrgð á því að fari sig að lögum í landinu og þeim ber náttúrulega að stýra þessum ríkisstofnunum með þeim hætti og á árinu 2020 þá var meðal annars tekið til athugunar málsmeðferðartími hjá Útlendingastofnun og það hefur nú komið hér til kasta þessara nefndar vegna þess að því máli lauk síðan með bréfi umboðsmanns í janúar síðastliðnum þar sem að bent var á það að það væri ekki hægt að
semst að málsmeðferðar tíminn væri ekki viðlítandi og það bréf hefur verið túlkað með ýmsum hætti reyndar og ég ætla nú kannski ekki inn í það mál en kjarnin í þessu bréfi umboðsmanns eru þetta sá að það þurfi að afgreiða mál innan viðlítandi tíma, sko, það er nú númer 1 og ef stofnun ekki að gera það að þá náttúrulega ber ráðuneytinu að bregðast við. Nú og það var einnig árinu 2021 þá var sem sagt Tryggingastofnun og það var sem sagt ákveðið verklag þar sem sagt tekið til skoðunar og þá eru samskipti umboðsmanns við ráðherra og það er óska eftir því að ráðherra skoði málið og vinni síðan málið með stofnunni. Nú tíminn hleypur frá okkur nú það er umboðsmaður getur einnig bent Alþingi á meinbugi á lögum og á árinu 2020 að þá voru 2 slík mál bæði tengt regluverki fiskveiðar og það kemur nú kannski ekki óvart vegna þess að þetta regluverk að það kemur ítrekað til skoðunar í þessu sambandi og aftur á árinu 2021 þá sem sagt voru við að reka okkur á það að reglur sem gilda þessi mál og það afmarkaða þætti þeirra eru á köflum mjög illskiljanlegar, svo ekki sé meira sagt og það er nú einu sinni þannig að ef lögfræðingar með sko töluverða reynslu á þessu sviði eiga erfitt með að átta sig á efni þessar regluna. Hvernig eiga þá þeir sem eiga hagsmuni sína undir þeim að geta átta sig á efni þeirra. Og þannig að þetta er svona, getum við sagt, vandamál sem er auðvitað erfitt vegna þess að þessar reglur þær eru oft í formi málamiðlana og þær eiga sér langa sögu en engu að síður að þá er þetta eitthvað sem er full ástæða fyrir nefndin að fylgjast með hvernig þá auðvitað lítur þetta að lagasetningu en þetta er oft einnig sem sagt stjórnvaldsfyrirmælin sem eru þarna sett til útfærslu sem þarf ofta fylgjast með og þá reynilega að spyrja út í. Aðeins að frumkvæðismálum þá sérstaklega að það er sem sagt í skýrslunni 2020 að þá sjáið þið að það er gerður greinamunur á frumkvæðismálum og forathugunum og þetta er í raun og veru greinamunur sem við höfum lagt af, við tölum einfaldlega frumkvæðismál í dag og ég skal taka það á mig sem hérna smávægilega breytingu og þannig að sjálfur sér voru þessar forathuganir þá fyrsta stig frumkvæðismála en það var árinu 2020 og það voru 8 forathuganir í gangi og 4 var lokið og þessi mál, það var meðal annars afgreiðslutími hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu og því var lokið núna árinu 2021, þetta var einkum í sifjamálum og þess áttar og þarna sem sagt þetta er dæmi það sem ráðuneytið fer þá í það að bregðast við vanda undirstofnunar og vinnur með henni og þannig að þarna töldu við árinu 2021 að það hefði verið gripið með fullnægjandi hætti á þessum vandamáli. Nú það árinu 2020 þá var tekið til skoðunar þessi innveruherbergi í skólum og
það mál var á því ári sett í bið en síðan komu ábendingar til umboðsmanns árinu 2021 sem eru til þess að þetta var tekið upp á ný og þetta hélt nú áfram þannig að umboðsmaður mætti á vettvang, fór í heimsóknir í nokkra grunnskóla og ég svona legg áherslu á það að það var ekki verið semst að skoða einhver einstök mál barna í þessum heimsóknum. Það var verið að skoða þessar aðstæður og það verklag sem væri viðhaft og þessu máli var í raun og veru því nýlega lokið með því að ráðuneyti svaraði þá umboðsmanni þannig að það væri verið að skoða þessi mál af alvöru. Ráðuneytið hafði áður brugðist við þá í kærumálum og með almennum yfirlýsingum en umboðsmaður taldi að þessi svör ráðuneytisins þau bæru því miður ekki vott það að menn áttuðu sig á eðli vandans og hvað væri raunverulega í gangi. Vegna þess að skólarnir standa andspænis þessum málum, þetta eru yfirleitt nemendum með sérþarfir og við erum með skóla án aðgreiningar og það eiginlega svarar ekki þeirra spurningum að segja bara hættiði að nota einveruherbergi sko. Það er bara málið ekki svona einfalt og á þetta þetta nú mikil einföldun en á þetta var bent í þessu bréfi umboðsmanns og auðvitað það sem sagt ráðuneyti með þetta til skoðunar núna en auðvitað það hreinlega spurning sko hvort að þetta sé málefni sem þingið á að fjalla vegna þess að þetta í mínum huga sko það í algjörlega gild spurning hvort að þetta aðferðafræði sem við viljum nota í grunnskóla landsins og þetta kann kannski að líta út sem eitthvað tæknilegt, uppeldislegt mál en og ég ekki uppeldismenntaður og ekki sálfræðimenntaður en ég set enga síður spurningamerki við þetta hvort að þetta hreinlega eitthvað sem þingið á að ræða vegna þess að það ég tel að skipta börn og foreldra þessa lands heilmiklu máli hvort að þetta eitthvað sem við teljum að sé tæk aðferð til þess að bregðast við erfiðri hegðun barna og því að nú ég ekki að tala einveruherbergi þar sem að þarfir barnsins einfaldlega þess eðlis að það allir sammála að það fari best á því að það sé í einveru og hvíld. Ég að tala sem sagt þá viðbrögð við erfiðleikum í hegðun. Nú, það var sneiðist tímann. Já, þá skal ég bara ljúka þessu með örfáum orðum svokallað OPCAT eftirlit og það var aðeins ein heimsókn farin á árinu 2020 en á hinn bóginn að þá nýttist tíminn í það að klára skýrslur og það voru skýrslur stöðla sem vistheimili fyrir unglinga eins og þið þekkið. Það var lögreglustöðin það voru 2 skýrslur, það voru stöðlar og lögreglustöðin á Hverfisgötu en á árinu 2021 þá var farið í mun fleiri heimsóknir og þannig að það hefur verið töluverður gangur í þessu OPCAT eftirliti og auðvitað myndi ég segja svona að geðheilbrigðismálin hafi svona fengið töluvert mikla athygli innan þess ramma bæði þá í tíð forvera minns og eftir að ég tók við. Þá eitthvað sem ég bæta við. Ekki það svo stöðlega. Takk fyrir þessa góðu yfirferð. Það eru
tveir allavega komnir á mælendaskrá og ég ætlaði að ríða á vaðið og spyrja aðeins betur út í þennan, ég vil kalla það vandræðagang sem að virðist nú orðin frekar reglan en undantekningin við ráðningar opinberra starfsmanna eða starfslok þeirra og tek undir það sem umboðsmaður hefur hér minnst á, það sem að einhvern veginn hefur virðist að vera orðið markmið að fara til hliðar við reglurnar en ekki eftir þeim og mig langaði til þess að spyrja umboðsmann hvort að hann hefði svona komið auga á eða væri með nánari svona sýn á það hvað það væri nákvæmlega í lagaumhverfinu. Við vitum að starfsmannalögin gilda þetta starfsumhverfi og þau eru 25 ára gömul að minnsta kosti, það ekki? Sko, er eitthvað þar sem er eitthvað í því lagaumhverfi sem að gera fólki erfiðara fyrir núna en áður, það er kannski fyrri spurningin og þá líka sko af því að ég hlustaði sérstaklega líka eftir þessari sem ég myndi vilja kalla útvistun á ábyrgð, útvistun á stjórnvaldsábyrgð. Hvernig getum við sko í raun og veru komið í veg fyrir að slíkt sé gert? Ef að það eru lausnir í sjónmáli sem við getum nýtt sem löggjafi eða sem að stjórnvaldið, framkvæmdavaldið hefur í rauninu sinni hendi. Byrjum þarna. Já, sko það sem við höfum nú sagt er það að ef stjórnvöld telja sig þurfa meira svigrúm, sko nú það þannig að með lögunum opinbera starfsmenn 1954 að þá til dæmis þessi auglýsingaskylda sett á og ástæðan fyrir henni þá annars vegar jafnræði þeirra sem að sækja störf hjá hinu opinbera og síðan hins vegar bara fagleg rök að auglýsing tryggi þá að ríki fái betri starfskrafta. Sko ríkistofnanir og ríki það er ekki alveg eins og einkaaðilar sko, bara því miður og það er einfaldlega ekki hægt að reka mál þar á meðal starfsmálumál hjá ríkinu með nákvæmlega sama hætti og hjá einkaaðilum. Sko jafnvel þótt að við afnemum lögin opinbera starfsmenn þá samt er það einfaldlega þannig að ríki getur ekki farið fram með nákvæmlega sama hætti. Sko það eru grunnrök stjórnskipunarinnar og ríkisvalds út í það farið. En sko engu að síður það þannig að ef stjórnvöld telja sig þurfa meira svigrúm og þá nú bara til dæmis að hugsa til svona síðustu mála að þá verða þau auðvitað koma hingað og útskýra það og einfaldlega koma þá með tillögur þá ríkara svigrúm þannig að staða mála yrði þá líkari því sem er á einkamarkaði. Það pólitískt mál sem ég ætla ekki að svara. Ég segi þó að þetta getur aldrei orðið alveg eins. Sko ég veit ekki hvað nú búið að rýmka aðeins eða flutning starfsmanna þannig að það nú töluvert mikið notað flutningu starfsmanna og embættismanna. Sko ég veit ekki nákvæmlega hvað það sem svona erfitt með gildandi reglur ef menn sætta sig við þær sko, en það bara spurning hvort þeir geri það. Þannig að ég sammála formanni það að það svona það sem stundum hefur verið kallað ábyrgðarleysisvæðing, hún tengist þessum starfsmannamálum og þetta svona gert undir formerkjum fagmennsku stundum en leiðir til þess að stjórnvaldið, veitingavaldið að það axlar ekki ábyrgð og það telur máli sín einhvern veginn óviðkomandi. Sko það þannig að
stjórnvaldið verður bara, veitingarvaldshafinn verður bara að bergja á þessum kalleik sem ekkert auðveldur að kanna umsóknirnar og taka afstöðu til þeirra. Og vissulega er þetta að nota Excel og einhverja prósentureikninga sem hjálpartæki, en þetta svona og þetta mat sem verður að fara fram og veitingavaldi verður síðan að geta útskýrt í stórum dráttum, en það ekki þannig, það allavega ekki afstaða mín eða embættisins, og þá held ég tali nú fyrir söguna líka, að við setjum okkur þær stellingar að fara að gera upp á milli umsækjanda með svipuðum hætti eins og við höfum verið að ákveða hver ætti að fá starfið. Það veitingavaldi sem á að gera það. En það eina sem við biðjum að veitingavaldi gera það í raun og veru, sko. Og farið þá í gegnum rétta málsmeðferð sem nú ekkert ýkja flókin, vegna þess að þetta snýst nú yfirleitt það að fólk eigi þá kost á því að koma að gögnum og tjá sig og sýna hvað í því býr, og nú, þá með því líkur okkar skoðun, sko. Takk, Arndís, að gjöra svo vel. Já, takk fyrir íkvæðlega og góða kynningu. Ég meina fjölmargar spurningar, ég ætla að reyna að halda með þær sem kannski hægt að svara með sem skýristum hætti hér. Mér langaði til að nefna bara fyrst úr að tala þessi mál varða opinbera starfsmenn, að forvitni, þú nefndir áðan að þið værið að skoða leiðir til þess að létta á álagi embættisins vegna þessara mála, bara velta fyrir mér hvaða leiðir það eru fyrst og fremst. Svo langaði mig að spyrja varðandi stjórnvöld sem svara ekki erindum umboðsmanns Alþingis, hvort að þetta séu einhver ákveðin stjórnvöld frekar en önnur, tiltekið ráðuneyti frekar en önnur eða tiltekna stofnanir frekar en aðrar. Og svo að lokum langaði mig að spyrja varðandi þau mál þar sem staðan í rauninni svo að það ekki lagastoð fyrir, ekki fullnægjandi lagastoð fyrir framkvæmd stjórnvalda. Mér þótt dálítið óljóst hvort að í ábendingum umboðsmanns sé verið að beina því til stjórnvalda og þá Alþingis að endingu að setja lagaheimild undir framkvæmdina eða beina því til stjórnvalda að hætta tiltekinni framkvæmd á meðan það ekki lagaheimild fyrir henni. Mér þótt þetta stundum pínlítið óljóst og velti fyrir mér hvort að sé einhver stefna hjá embættinu hvað þetta varðar, þar sem að hafandi lært lögfræði sjálf þá lærði ég það þannig að ef það ekki lagastoð fyrir tiltekinni framkvæmd þá hún beinlínis ólögmæt. Takk fyrir. Takk, gjörðu svo vel. Já, við, sko, það þannig að mat á starfsmannamáli, það getur sýnt eða leitt til þess að það sé mjög ólíklegt að það verði beitt tilmælum til stjórnvalds einhverjar úrbætur eða að rétta hlut viðkomandi. Það að segja á mannamáli þá þegar að gagnaöflun í starfsmannamáli loki þá getur niðurstaðan verið svo að það eru hugsanlega einhverjir misbrestir þarna á einhverju en svona niðurstaðan stendur. Og þá þessi spurning, sko, hvað á að eyða miklum tíma í það mál? Á að fara í gegnum það alveg í smáatriðum og ræða það mátti kannski gera eitthvað þarna aðeins öðruvísi, en sko, ef megin niðurstaðan stendur, þá spurning hvort að það eigi að afgreiða málið aðeins skjótar og fólk verið þá bara að setja sig við það og það eru fyrirmyndir að slíku vinnulagi frá til dæmis Danmörku sem við erum að skoða. Og auðvitað þetta viðkvæmt, en það einfaldlega þannig að við getum ekki gert allt. Ef það væri þannig að þá náttúrulega væri þetta 100 manna stofnun, það hefur engin áhuga því. Þannig þetta eru svona í grunninn það sem við erum að skoða núna, að reyna aðeins að létta á þessu. En við náttúrulega skoðum málin, jafnvel þótt að kannski að okkar úrlausn verði ekki eins viðamikil í lokin, ég legg áherslu á það. Og ef fólk fær stutt bréf frá umboðsmanni þá hefur málið verið skoðað engu að síður. Það má ekki alltaf jafna þessu saman, hvort að bréfið frá umboðsmanni eða álitið langt og hvort að málið hefur verið skoðað ítarlega.
Ég vil nú ekki fara að draga einhverjar sérstakar stofnanir eða ráðuneyti sko út úr hvað var það svör. Ég held að ekki svona sko skýrslan alltaf bara tala sínu máli og þannig að ég held að þetta sé ekki góðu vettvangur til þess en sko ég alveg sammála nefndamanni að auðvitað þetta svona stundum skrítið sko þegar umboðsmaður segir að það skortir lagastoð sko hvað þýðir það á það bara að breyta lögunum eða á að stjórnvöld að hætta viðkomandi framkvæmd sko ég held nú að svona áherslan á þetta að við þessar aðstæður á Alþingi að koma að málinu sko ég held að það sé nú svona afstæða embættisins, það verið að vekja athygli þingsins og því, við náttúrulega vinnum hér fyrir ykkur og náttúrulega þjóðina en okkar reikningsskapur við þingið og það verið að benda þingina og hér þurfið þið að stíga inn í og eins og ég nefndi áðan samt við innlokunarherbergi barna að ég bara nefni það að mér finnst vera álitamál hvort að þetta sé hreinlega eitthvað sem þingið á að láta sig varða. Ég er ekki að segja að það sé eitthvað það þurfi endilega að vera þannig en mér finnst allt til að vekja athygli á því og þingið getur þá bara sagt nei, lögin eru nægilega skýr og við eftirlátum þá stjórnvöldum þetta en ætlum þá að fylgjast með þeim hvað þau eru að gera en þetta sem sagt spurning það. Þegar málið kom til þingsins þá gilda hér bara ákveðna reglur og þingið með lýðræðislegt umboð og svo framvegis. Þetta okkar stjórnkerfi sko. Ætlaðu að fylgja eftir? Já, bara fylgja eftir. Nú veldi ég bara ef við ímyndum okkur það að þetta sé eitthvað sem löggjafinn hefur kannski tekið afstöðu til með því að heimila það ekki. Já. Hvort að það sé eitthvað sem löggjafinn getur gert þá í rauninni. Hann getur náttúrulega ekki afnumið lög sem hann hefur ekki sett. Þannig ég veldi fyrir mér svona í rauninni hvort að það sé hægt að gera ráð fyrir því að löggjafinn vilji hafa framkvæmdina eins og hún Já, sko, ég held að svarið við þessu hljóta að vera það að þetta þarf að meta í hverju tilviki sko. Hvenær þýðir upptalning á einhverju endanleg upptalning, tæmandi talning eða hvenær hún sko dæmi einhver atriði sem og það á þá að bæta við sko. Þetta fer eftir túlkun í hvert og eitt sinn þannig að ég held að við þurfum alltaf að meta sko lög með þessum hætti hefur löggjafinn tekið afstöðu til álitaefnisins eða þetta óljós og já. Takk fyrir það, Berglind Ósk. Já, bara takk hérlega fyrir þessa góðu yfirferð og skýr og góð skýrslu. Ég held að sé klárlega til framfara að hún sé orðin styttri og þessi meira reifanir og góðu tenglar inn í henni rafrænt. Bara aðeins þetta kannski kom svolítið fram í málinu áðan með tafamálin. Stjórnvöld ekki að svara þú veist hvað úrræði eru að ræða þurfum kannski ekki að fara neitt mikið út í það en mér langar að spyrja kannski smá svona tæknilegs eðlis að því varst að tala að forathugunarmálin og frumkvæðismálin að því í skýrslunni þá er bara að tala eitt frumkvæðismál en í þínu máli kom kannski fram að þau voru 8 þannig ég var svona aðeins að spá fyrir mér svona bara hvort að við séum þá að fara að sjá fjölgun í rauninni á frumkvæðismálum með þessari nýju skiptingu. Já, algjörlega. Ég meina það hefur þegar orðið mikil fjölgun á frumkvæðismálum sem skýrist náttúrulega verulega leyti af því að þetta eru þá þessar forathuganir sem núna eru skilgreind sem frumkvæðismál. Þannig að sko kannski að því fyrir utan að ég náttúrulega legg bara mikla áherslu á það að embættið leiti allra mögulega leiða til þess að hafa þetta svigrúm til frumkvæðisathugunar. Ég held að ég bara legg á það áherslu að ég tel að þetta sé ekki eitthvað svona auka búgrein hjá umboðsmanni, heldur tel ég að þetta sé algjör forsenda fyrir því að embættið geti sinnt sínu hlutverki. Algjörlega og svo bara að lokum að því við erum að tala svolítið málefni opinberra starfsmanna og þú sagðir að oftast væri þetta aðgangur á gögnum málsins nú að aðgengi á gögnum að því að regluna virðast vera bara svolítið óskýrar. Já, einnig sko, það yfirleitt gagna hluti í flestum þessa mála.
Já, akkurat. Og þá hvort að það hafi komið einhver holskefla þegar að ný persónuverndarlög komu, hvort að kannski regluverki okkar sé bara orðið og flókið og það skemmtilega orð sem við notað er ábyrgðarleysisvæðingin sé kannski afleiðing af og flóknu regluverki. Já, sko, það náttúrulega búið, sko, persónuverndarlögin náttúrulega, sko, það hefur verið brögð af því að það hefur verið vísað til persónuverndarlaga í þessum starfsmálamálu þar sem þau eiga náttúrulega ekki við vegna þess að við erum að tala aðila af stjórnsýslumáli og aðgangur þeirra grundvallast á stjórnsýslulögunum og persónuverndarlögin eru held ég alveg skýr það að þau eiga þá ekki við, þau geta ekki útilokað aðgang slíks aðila. Þetta hefur nú verið fjallað ítarlegur og betur en að mér. Ég meina, auðvitað hafa þessi starfsmannamál verið flækt sko, með þessum hæfisnefndum og þessum stigamatskerfum og þessu öllu. Ég meina, þessi málsmeðferð sem, eins og ég segi, hefur það markmiði að vera fagleg. Hún náttúrulega flækir málin og það verða þá til gögn í þessari málsmeðferð sem urðu aldrei til áður. Ég meina þegar þetta fór fram í viðtölum og þá að skrifa niður svona eitthvað hérna og svo lá þetta fyrir starfsreynsla, sko nú þetta orðið sem sagt þegar við erum komin með eitthvað spurningalista og erum að fara að meta frammistöðu og frammistaðan vigtar þetta og svo frammis og þetta allt saman orðið svo flókið. Það var náttúrulega búið það var náttúrulega einfaldlega búið að auka flækjustigið, en það ekki þar með sagt að fólk eigi sko að því að kannski er hugsunni þessi sko að fólk, þessir umsækjendur sé alltaf með eitthvað vesen sko, þessi meira vesen á þeim, en vesenið eru þetta báðu megin vegna þess að það er búið að búa til mjög flókin feril þar sem gögnin hlaðast upp. Kannski bara nefna eitt í Já, gjör svo vel. Það bara mál nr. 10.886 sem var lokið, frumkvæðismál lokið seinni hluta 2020 og þar meðal annars sérstaklega vakin athygli á því að þessi ráðningarmál og aðgang að gögnum í þeim gilda þessar einföldu almennu reglur stjórnsýsluréttarins aðgang að gögnum, ólíkt því sem á við í bæði Noregi og Danmörku. Þar hefur verið farin svo leið að setja sérstakar reglur í lög aðgang að gögnum í ráðningarmálum. Þannig að það er vakin athygli á því máli og það eru þetta eitthvað sem umboðsmaður Alþingis hefur síðan engar frekari skoðunar á. Nei, það er ekki í ykkur höndum. Ásthildur Lóa, gjörðu svo vel. Já, takk. Við langaði til að taka þessu upp þetta með viðveruherbergin í skólum. Ég hef starfað sem kennari í allan það bil 20 ár og þar með lent í heyrtum orði vitni að ýmsus í skólastofum sem að ég held að almenningur gerir sér almennt ekki grein fyrir að geti komið upp og ég veist að þú hefur heyrt og þið ýmis dæmi það þegar að þið voruð í skólaheimsóknum. Svo mér langaði svona bara að spyrja hvort að umboðsmaður telji skólan að búa ef við nægum úrræðum til að mæta sérþörfum einstaklinga og eða hvað finnst honum eftir samtöl sín við skólafólk vanta svo ekki þurfi sífellt að grípa til neyðarúrræða eins og þessar svokölluðu viðveruherbergja. Og svo kannski varðandi aðkomu Alþingis umboðsmaður að sjá fyrir sér einhvers konar lagasetningar frá Alþingi varðandi viðbrögð við neyðarástandi sem kemur upp í skólastofum þegar kannski þarf hreinlega að verja aðra nemendur. Sko, ég get nú svarað þessu með þeim einfalda hætti að segja að í samtölum mínum við fulltrúakennara og þá við kennar og starfsmenn skólan á vettvangi kom einfallega í ljós ákveðið úrræðaleysi, ráðaleysi gagnvart þeirri stöðu sem skólandi finnast í, sem er skólan aðgreiningar, það sem að þeim ber að sinna þessum nemendum og hafa ekki að þeirra mati forsendur til þess. Sko, við erum með í grunnskólalögum sem sagt lagagrundvöll fyrir sko agaviðurlög. Þessi innveruherbergi fyrirgefiði, þau eru raun og veru ekki markaðsett eða kynnt sem agaviðurlög. En þá spyr ég, sko, línan þarna á milli,
sko hún afskaplega fín og vandmeðfarin vegna þess að ef þeir sem eru að nota þessi einveruherbergi vita ekki nákvæmlega hvað þeir eru að gera, þá held ég að það sé mjög hætt við því að einveruherbergi geti orðið sko sem sagt einangrun og nemandinn upplifi einveruherbergi sem refsingu. Sko þetta treysti ég mér til að segja þó ég sé ekki uppeldis eða sálfræðimenntaður. Þannig að þetta eru sko svörin frá skólanum, menna við getum ekki annað, þetta eina sem við getum, það mjög ólík framkvæmt hjá þeim, þessi herbergi eru ólík, tilvikin eru ólík og brúarskóli sko sem sérskóli, eða sem sagt skóli fyrir nemendum með sérþarfir, hann nýtir þessi herbergi mjög markvisst og greinilega með sko faglegar forsendur til þess að gera það, allavega í mun ríkari mæli en hinir skólarnir. Hinir skólarnir sko í sjálfu sér að, hvað ég var að segja, þeir fá hafi sumu tilvikum fengið einhverja kynning og leiðbeiningar, en það auðvitað, maður getur efast hvort að þau hafi þarna nægilega faglega burði til þess að gera þetta þá algjörlega rétt og hvort það sé hætt á því eða meira hætt á því að eitthvað fari afvegalega. En varðandi aðkomu Alþingis þá, menn finnst þér vanta lagasetningu þetta þá? Sko ég bara vek athygli því að ráðuneytið að skoða þessi mál. Já. En mér finnst til lengri tíma litið full ástæða þess að Alþingi fylgist með þeirri vinnu og hugsanlega, sko, málið þá tekið upp þannig að það það einfallega rætt. Þetta sem sagt úrræði sem við viljum nota í grunnskóla landsins og hvaða umgjörð á þá að skapa því, sko. Hvernig á að haga þá þessum kynningu til foreldra og svo framvegis. Og það bara fjölmörg atriði. Ég bara vek athygli á þessu svona. Ég ekki að segja að Alþingi eigi að gera eitt eða annað eða það eigi að breyta lögum, það náttúrulega ekki mitt hlutverk. Sko. Nei, okay. En ég bara vek athygli þingsins og þessu því mér finnst skipta verulegu máli hvernig aðbúnað börnin okkar fá í grunnskólum. Sko. Takk fyrir það. Tíminn liðinn og það eru ekki fleiri spurningar til umboðsmanns, þannig að ég vil að lokum þakka Skúla Magnússyni, umboðsmanni Alþingis og Þorvaldi Haugsyni fyrir komuna á opinn fund stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og slít fundi hér með.